Ég ætla aðeins að rúlla hérna yfir varnardíóður. Hérna sjáðu þið 4 rásir og þið fáið sem sagt, dæmið sem þið fáið svona, það spennugjafi og svo hér einhver notandi, þetta er bara pera. En við gerum bara þá kröfu að það fær alltaf plús inn í peruna hérna á ofanverðu. Þannig að ég myndi bara peran sem póluð og hún þurfi plús hér inn á sig að ofanverðu. Þannig að þið fáið svona, þetta fáið þið á prófinu í þessu verkefni. Svo er það að tengja hérna á milli. Og hérna eru þið beðin að tengja díóðu, það er að segja pólunarvörn. Þannig ef að rafgeymirinn eða spennugjafinn, ef hún er snúið við, þannig að plúsir hérna niðri, þá fær ekkert rafmagn rásina. Það er þessi rás hér. Hér er pólunarvörn. Hérna ég geti snúið geiminu við, þessi sé bara 12 volta rafgeyminn í bíl, þau pólan á að vitlaust, þetta sé talstöð og þá er ekkert tjón. Díóðan hleypir bara rafmagn í gegnum sig, ef það er plús hér á anóðunni, þá fer það hér í gegn. Ef það er mínus hér, þá fer það ekkert í gegn. Það stoppar hringljósin. Hér er búið að bæta við gömuljósi. Hér er við beðin að hafa áfram pólunarvörnina inni, en setja gömuljós sem að logar, græn ljósdíóða sem logar, ef þetta er rétt pólað. Og það er bara svona, þá er það reiknistærna hérna á R-inu og hér eru 2 volt, cirka 2 volt, 20 milliampere sem þessu ljósdíóða er, þannig að stærðin á R1 hérna, að R1 er þá jafnt og þá eru hér yfir þá 10 volt og það sami strömmur, 20 milliampere. Þannig að R1 er þá 10 volt, deilt með 20 milliamperum í amperum, 0,02 og þau fáið þurfa cirka 500 ohm. Þannig að þetta er byrjum að reikna. Síðan er það byrjum að setja, taka þessa díóðu í burtu hérna og setja öryggistæðin, F hérna, F1, F fyrir fuse eða öryggi, F1 og þið er að hanna gömuljós sem að logar ef að öryggið slitnar. Hér er svona mjór vír í svona glerhylki. Ef vírinn brennur yfir, ef hann slitnar, það sem þið gerir, þið þengið þessa rásina upp, svona, og svo skamhleypið hérna yfir peruna með vír. Þetta er vírinn yfir. Þá fyrir, segjum að þetta öryggið sé 300 milliampere og fara kannski hérna sem 500 milliampere, þá rofnar öryggið hérna og þá kviknar ljósdíóðan hér. Þegar þessi öryggið, þegar það leiðir, þá er það bara eins og sé vír hér og þá er sama spenna hérna og hérna og það er engin þrýstingur fyrir þessa rafeind til að fara hér þessa leið hérna. Svo þegar þið rjúfið öryggið, þegar það springur, það rofnar út á miklu álagi, sem vír fyrir sundur hérna inni, þá er þetta sé bara opið, bara svona. Hér er bara ekkert rafmagn sem fer eftir, bara vírinn er bara opinn. Peran er eins og það sé, þetta er svona viðnámsvír sem er svona vafinn hérna svona, þannig að þessi plús nær hér til jarðar í gegnum þennan vír. Og þannig að það er straumrás hér fyrir pínu lítinn straum hérna, en hann er nógu mikill til þess að hér ljósdíóða logi. Og þá er þessi græna sem logar áfram, þetta er rétt pólað og það kemur rautt ljós sem þýðir að öryggið er farið. Þannig að varnardíóða fyrir pólun, varnardíóða fyrir pólun með gömljósi og svo setjum við öryggi með gömljósi og áfram gömljósina líka fyrir rétta pólun og svo að lokum þá er við beðin að hanna rás sem að hérna rífur öryggið ef það er pólað. Það er að segja, það þarf ekki að vera í þeirra rás hér. Ef þið pólið, þetta er plús hérna inn, þá fyrir plús hérna að setja þessi talstöð, þetta er plús hér inn á talstöðina, öfumegin og getur rústað henni. Og svo fyrir öryggið einhvern tímann seinna. Þegar það eru nú heitt, þá rofnar það, þá getur það sé seint fyrir öryggið að fara. Þá er tjónið orðið hérna. Og þá við setjum okkur skamhlaups-díóða, sé hér. Skamhlaups-díóða. Það sem að hún gerir, þegar þessum
rakjum hér umpóla og hér plúsinn það, hér og svo fer hann bara hér í gegn. Það erfiðara að fara hér í gegnum talstöðina, þeir beint hér í gegn og öryggið það slitnar. Þessi díóða sérum að rjúfa, þar að segja, straumurinn fer allur í gegnum þessa díóðu og rýfur öryggið 1, 2 og 3. Og díóðan, og talstöðin hlýtur ekki tjóna af. Þannig að þessar rásir þurfið þið að skilja, þessar varnarrásir. Þetta algengt þetta stundum þetta inn í tækjunum, svona skjannhausdíóða, öryggi, gömurljós, allavega. Stundum þetta sett fyrir fram á þið bara í sérbúnaði, en þið þurfum að kunna setja upp varnarrásir. Það ein útfærsla í viðbót. Hún bara tekur dálítið rafmagn. Það afreiðisbrú. Ég hef ekki beðið ykkur líka til að setja, en kannski það bara sniðugt. Það að segja, eða með afreiðisbrú, svona, hérna, og hér þá plúsinn og hér mínusinn, svona, þá skiptir engu máli hvernig ég snúi þessu rafgeymi. Það kemur alltaf plús hérna út. Þetta í þessum tækjum, þá afreiðisbrú, og þá er tengt umpólað, hvernig sem þið viljið pólað sett snúið, þetta með umpóla, það breytir engu. Afreiðisbrúin kemur alltaf með þetta rétt. En hérna tapið þið 1,4 voltum, meðan að hér tapið 0,7 voltum. Það er munurinn á brúnni. Stundum það á mikið, eða með 12 volta notanda, þá farið kannski niður 10,4 volt. Það þolir alltaf að fara niður 0,7 volt, en stundum þetta full mikið lækkun á spennunni. Mættu þetta hafa shottkey-díóður hérna, þær taka bara 0,3 volt hver díóða. Það góður punktur. Heyrðu, þetta var varnardíóður, eða varnarrásir, og þetta þurfum við að skilja og kunna. Ok?